þá það lausnarmengi línulegra jöfnuhneppa. Við ætlum að byrja að skipta þessu upp í óhliðruð og hliðruð jöfnuhneppi og þurfum að skilgreina hvað það þýðir. Línulegt jöfnuhneppi kallast óhliðrað ef það hægt að rita á þessu formi hérna ax er jafnt á 0, sem sagt ef hægri hliðin í jöfnuhneppi er 0. Á ensku heitir óhliðrað og homogeneous. Og það fyrsta sem við tökum eftir í þessu er að það er alltaf til lausn. Til dæmis ef ég setja x jafnt á 0 hérna. Þannig að ef ég segi a sinnum 0, þá fæ ég 0. Þannig að x jafnt á 0 er sannarlega lausn. Og að því að þetta er augljóst, þá köllum við þetta augljósu lausnina á ensku trivial solution. X jafnt á 0 köllum við augljósu lausnina. Og þegar ég segi þetta, að ax jafnt á 0 hafi alltaf lausn, þá er ég að segja alveg sama hvað fylkið a er, þá er til lausn nefnilega x jafnt á 0. Nú, spurningin er núna, áhugaverða spurningin er, hvenær erum við aðra lausnin er x jafnt á 0. Við vitum almennt með jöfnuhneppi að það er engin lausn, akkurat ein lausn eða óendanlega margar lausnir. Þannig að ef það er til aðra lausnir en x jafnt á 0, þá vitum við að það eru óendanlega margar lausnir. Ok, og þá getum við bara nýtt okkur það sem við vitum jöfnuhneppi almennt, að til þess að sé til óendanlega margar lausnir, þá þarf jöfnuhneppi á frjálsa breytu. Þannig að við gerum eins og venjulega, við ryðjum fylkið, við sjáum hvort það er frjálsbreyta og þá getum við séð hvort það eru aðra lausnir en x jafnt á 0. Pröfum að sjá dæmi. Hérna erum við komið með jöfnuhneppi. Við byrjum á að skrifa upp aukifylki og taka eftir ég tek 0 dálkinn með hérna, hægri hliðina, þó að það sé í raun og veru ekki nauðsynlegt. Þegar ég fer að gera gásaeyðinguna og fer að gera mínar venjulegu einföldu línuaðgerðir, þá mun náttúrulega aldrei breytast að það verður 0 hérna í þessari línu, eða þessum dálki afsakið. En gerum nú nokkra velvaldar aðgerðir og þá endum við með fylkið sem lítur svona út. Við sjáum, hér er með vendidálk og hér með vendistuðul og vendistuðul, þannig að þetta tveir eru vendidálkar, en þessi hér er ekki vendidálkur, þannig að hér er frjáls breyta. Þannig að á þessu jöfnuhneppi sem ég byrjaði með, þá er til lausn sem er ekki núllausnin. Pröfum nú að skrifa upp hvernig lausnin er. Ef við hugsum þetta sem jöfnuhneppi ax er jafnt á 0, þá er x hjá okkur, já, við byrjum á að skrifa upp fyrstu jöfnuna hérna. Við erum með x1 mínus 4/3 og x3 er jafnt á 0. Við erum með x2 er jafnt á 0 og x3 er frjáls. Þannig að einangra x1 hérna, til að skrifa upp vigu sem er x1, x2, x3 vegurinn minn. Þá erum við með 4/3 x3, svo einangra x1-ina. Ég er með 0 í sæti fyrir x2 og x3 má vera hvað sem er. Ég kalla það bara x3. En við getum skrifað þetta sem margfeldi af breytunni x3. Svona. Þannig að lausnir á svo jöfnuhneppi eru fasta margfeldi af þessum hérna vigri. Við erum sem sagt með línu. Þessi 3 plön skerast í línu. Þetta er hérna lína. Þetta er lína sem fer í gegnum til dæmis punktin 0,0,0 ef við láta x3 vera 0 og annað dæmi, einfalt dæmi er láta x3 vera, ef að segja 3, þá fæ ég 4, 0, 3. Þetta er lína í gegnum þessa 2 punkta hérna. Og þetta sem ég er komið með hérna, þetta köllum við stigajafnu línu og við ætlum að tala betur það í öðru myndbandi. Þetta er ensku parametric vector equation. Áður en við gerum það, skulum við skoða fleiri dæmi þetta efni. Við byrjuðum á skilgreina hvað óhliðrað jöfnuhneppi er og nú skulum við tala hliðruð jöfnuhneppi. Það eru jöfnuhneppi ax jafnt á b, þar sem að hægri hliðin er ekki 0. Okay, fyrsta spurning sem við spyrjum okkur hérna er x jafnt á 0 lausn? Sáum áðan að x jafnt á 0 er alltaf lausn á óhliðruð jöfnuhneppi. Gangum hvort það sé lausn hér. Hvað þýðir það sé lausn? Það þýðir að ef ég setja inn í jöfnuna, þá er jöfnan að vera uppfyllt.
En sjáum nú til, ef ég margfalda a með 0 vigurunum, þá fæ ég 0 vigurinn og það er ekki f of b. Þannig að svarið er nei. Pröfum að taka annað dæmi. Nú ætlum við að finna alla lausnir á þessu jöfnuhneppi. Skulum kalla þetta hérna fylki A og hennan vegur hérna B. Þá erum við sem sagt með jöfnuhneppi sem að lítur svona út, sem er hliðrað vegna þess að B-ið hérna er ekki 0. Nú, við leysum þess að venjulega með að setja upp auki fylki og gáseða og það fáum við þetta fylki. Hér er engin vendidálkur, þannig að þetta er frjáls breyta og við skrifum lausnina, ég er með x1 mínus 4/3 x3 er jafnt á mínus 1, ég er með x2 er jafnt á 2 og ég er með x3 er frjáls breyta. Svo einangra x1 hérna í efstu jöfnunni. Og ég skrif upp lausnavegurinn minn. Þannig að lausnin á ax jafnt á b er vegurinn x1, x2, x3 sem lítur svona út. Við erum með 4/3 x3 mínus 1, 2 og x3. Nú ætla ég að skrifa þetta upp sem það sem ég þarf til að margfalda við x3, 4/3, 0 og 1 sinnum x3 og til að enda með hennan hér vegur þá þarf ég að bæta við vegurunum mínus 1, 2 og 0. Í þessari jöfnu er x3 bara einhver fasti. Þannig að ég geti skrifa að x3 er rauntölu, stundum kalla maður þetta líka eitthvað annað, kallar þetta t eða s eða eitthvað slíkt. Ok, en hvað erum við með hérna? Við erum með fasta margfalda þessum veri, við vitum að það er lína. Svo legg ég við einn vegur hérna, akkurat bara þannig vegur. Og þá hvað er ég þá að gera við línu mína hérna? Ég er að hliðra henni. Við ætlum að sjá betur hvernig þetta virkar þegar við tölum stigajafna línu. En þetta hér samtals er stigajafna línunar. Með stigajafna línu sem fer ekki gegnum 0,0,0. Ok, það sem maður getur líka sagt þessa lausn er, já, ef við rifjum aðeins upp hvað við leystum áðan. Við leystum þetta hérna í jöfnuhneppi. Og vinstri hliðin í jöfnuhneppinu sem við vorum að leysa er alveg eins, nema hægri hliðin er ekki eins. Lausnin sem við fengum hér var fasta margfeldi af vigrunum 4/3, 0 og 1. Nú lausnin í tilfellinu þar sem vorum ekki með 0 hægra megin, heldur 7 mínus 1 mínus 4, gaf okkur líka þennan hérna vegur, fasta margfeldi á honum, sama vegurinn, en svo plús eitthvað meira hérna. Þetta hér er lausnin á ax jafnt á 0, það sem er sama a og ég var með í byrjun hérna í ax jafnt á b vandamálinu mínu, og þetta hér er bara einhver punktur á línunni. Við skoðum stigajafnu plans og línu í öðru myndbandi, en nú skulum við skoða 2 dæmi hérna í viðbót. Segjum að við séum bara með eina línulega jöfnu, þetta er jafna plans, það er með 3 breytur hérna. Ok, þetta er jafna plans og ég ætla að umskrifa hana þess. Ég ætla að segja x1 get ég einangrað jöfnu, þá fæ ég 3/10 x2 pluss 1/5 x3. Ok, svo get ég hugsað, ok, hver er lausnin? Eins og ég skrif upp lausnin eins og ég gerði á hann. Hvað er x hérna? Fæ ég fæ x1, pennina þess að stríða mér, x1, x2, x3. X1 er 3/10 x2 pluss 1/5 x3 og x2 og x3 eru bara frjálsabreytur. Svo ætla ég að skrifa þetta upp sem margfeldi af x1 og x2. Einn vegur margfeldi af x2, það er vegurinn 3/10, 1 og 0. Og svo vegur til að bæta við þessu og þessu stæki, þá er ég að segja 1/5, 0 og 1 sinnum x3. Ok, þegar ég skrifa þetta upp svona, þá erum við með spanið af þessum 2 vegurum. Spanið af vegurunum 3/10, 1 og 0 og 1/5, 0 og 1. Aðið x2 og x3 eru frjálsabreytur.
Þannig ég með alla mögulega línulega samantektir af þessum tveimur vigurum hérna sem ég get kallað U og V. Ég sem sagt með plan. Og það sem við erum með hérna, þessi jafna x jafnt og U sinnum x1 pluss V sinnum x2, þetta kallum við stigajafnur plansins. Þetta línuleg samantekt af þessum tveimur vigurum, þetta er það sem þessir hérna plan sem þessi tveir vigur að spanna. Pröfum að taka eitt annað dæmi og pröfum að taka dæmi þar sem við erum ekki með hægri hliðina jafnt og 0. Til dæmis þetta plan. Gerum alveg svo við gerðum í dæminu undan. Við segjum, ok, x er x1, x2, x3. Ég einangra x í jöfnun hérna, ég fæ 3x2 mínus 2x3 mínus 1. x2 og x3 eru frjálsabreitur. Og svo skrifa ég þetta upp. Þetta eru 3, 1, 0 sinnum x2. Þetta er mínus 2, 0 og 1 sinnum x3. Og svo þarf ég að bæta við til að fá þetta stakk hérna. Vigurunum mínus 1, 0 og 0. Okay, aftur er ég hérna með stigajafnur plans. Þetta er bara önnur leið til að skrifa þetta hér. Þetta hérna köllum við svona almennu jöfnuna, standard equation. Og þetta hérna köllum við stigajöfnuna eða vector parametric equation. Aftur er ég með línulega samantekt af tveimur vigurum. Þessum hérna tveimur vigurum. Það spannar plan og hvað gerir þessi hérna? Við erum bara að bæta við einhverjum einum vigri, sem ekki neinu fasta markveldi á honum, bara akkur þessum eina vigri. Hvað erum við að gera við planið okkar svo að segja hérna? Tökum þetta hérna er planið sem spannaði þessum tveimur vigurum. Og svo legg ég þennan hérna við, hvað er ég að gera við planið mitt? Ég er að hliðra því. Þannig að planið mitt fyrir ekki, ef það væri svona farið það gegnum 0,0,0, en ég tek það og ég hliðra því í einhver átt hérna. Hliðra því mínus 1 á x-ásnum, en ekkert á uslan og z-ás. Eða ekkert á x-ásnum x2 og x3. Okay. Þetta með stígajöfnu tökum við sérstaklega fyrir í öðru myndbandi. Segjum þetta gott í bili.